Velkomin í föstudagsþáttinn. Við höfum fengið hérna til okkar 3 góða gesti frá Vísindaháskólanum á Akureyri. Velkomin Karítas, Birkir og Björgvin. Takk fyrir. Hvað, ef þið kannski krakkar byrjaðu að segja mér, hvað að gerast? Hvað er í gangi? Það bara mjög skemmtilegt sko. Já. Við erum búin að vera í mjög misjöfnum verkefnum. Já. Og alveg frá sko hvernig besta útgáfan sjálfu þér. Já. Alveg í forritun og Ókei. fiskinn og allt. Já. Er þetta heil vika af svona allskyns námskeiðum? Já. Það er svona, þú veist, við byrjuðum á mánudaginn í svona, þá fórum við og vorum að leika okkur með róbota og eitthvað að búa til eitthvað svona forrit og það var mjög skemmtilegt. Já, bara strax að búa til forrit? Já, fengum svona svolítið mikla hjálp og eitthvað. Já, ókei. En, já, og síðan, fórum við bara yfir í besta útgáfan sjálfu þér. Já. Þá vorum við að læra andlega heilsu og líkamlega. Já. Og fóruð þið svolítið út á gólfi þá að gera alls konar æfingar eða var þetta meira svona sitjandi að læra? Já, þetta var svona blandað svolítið. Fórum í eitthvað leikjum og eitthvað. Og gaman? Já, mjög. Var það erfitt? Var þetta pínu krefjandi eða? Já, alveg ekkert mikið. Það var einmitt eitt verkefni þar sem við áttum að æfa okkur í að vera alveg saman hvað öðrum finnst. Já, hvernig gekk það? Það var, mér fannst það einfalt en það var krefjandi fyrir aðra. Já. Þetta er einmitt kannski bara minn hluti af þessu verkefni. Já. Það er að vera með hreyfinguna og andlega heilsuna. Já. Ég er svona öðrum í mínu teimi. Já. Ég held að þessi skóli sé nú bara mest við þess gerður að gefa allir verkefni og vopn inn í framtíðina til að takast á við lífið. Þetta er svona, það er komið inn á þessar æfingar sem við erum að gera. Það er svona allt í bland við hreyfinguna og svo að hlusta líka og það verður svo gott að blanda þessu saman og ekki sitja og lengi líka. Þú ert einn af þessum kennurum, Björgvin, við þekkjum þig kannski meira svona í handboltamarkinu, en hvað ertu búin að mennta þig og hvað ertu að kenna? Mitt svið er svolítið vítt. Ég menntaði bakari í grunninn, lærði svo einkaþjálfun og lærði svo íþróttaþjálfun og fór svo í viðskiptafræði með markaðsáherslu og er leiðin í markþjálfun, þannig að ég er mér rosa breytt svið. Þannig að henda mér rosa vel og ég fekk svolítið lausum tauminn og heilsa var það sem við lögðum upp með í byrjun og svo bara áttu að útfæra það eins og við vildum. Og ég er í samstarfi við Nönnu og Valdi hjá mér í mínum hópi sem eru svona færir einstaklingar og við erum að segja, það er kannski æfingi sem hún nefnir áðan eða þá erum við að svona losa egoið, losa svona okkur síðan sama og þá er þá er gaman að sjá hvernig krakkarnir taka í það. Já, snýst þetta ekki svolítið að gera mann svolítið minna hræddan? Maður er oft hræddur við alls konar, er þetta svona bara að reyna að vera hugrakkur? Akkurat, og við tölum líka þá, ég félagslega hræðslu og menn að opna sig í mínum hóp, andlega heilsan og ég gæði sjálfur rosa mikið á þessu því ég næði að opna við krakkana líka að tala kvíðan minn og alls konar svona hluti sem er mjög gaman að fá bara svona opið samtal milli krakkana okkar og hræðslan er stór hluti af því og við færum okkur einmitt yfir í allt frá hræðslu í kóngulæri í hræðslu í boltan og alls konar. Og hræðsla er kannski bara annað orðið við kvíða eða hvað? Hvernig er það stigsmunur á þessu? Akkurat, og svo erum við bara að gera hvorn grein fyrir hvað er hvað og hvernig maður meðhundlar og hvað sem það heitir. Kannski þurfum við ekki að gefa allir nafn en við getum díla við hlutina sjálf og við getum leitað fólki kringum okkur og við erum svolítið að opna bara allt. Þú nefndi þinn kvíða, hefur þú verið að glíma við hann í gegnum tíðina? Já, ég er bara frá ég var lítill held ég, frá því ég var lítill og hvernig hefur það lýst sér hjá þér? Ég hef svolítið að uppgöta hann aftur núna og hann að poppa aftur upp í mér og það er svona gott dæmi um það með að segja við krakkana, það hjálpa mér og ræða það allt saman og það er bara með öll vandamál, það er allir að djöflast með eitthvað og ég held að þeir sem eru að fylgja mér á Instagram svo ég komið til nóg á því núna því ég er alltaf að opna mér rosa mikið og tala alls konar hluti sem ég er ekki van að tala sem að hjálpa mér og krakkarnir hjálpa mér rosa mikið að tala um mína hluti og fór svolítið í aðra leiðir en ég ætlaði að menna skóla því ég ætlaði var svolítið svona að mæta svolítið í kennaragýrin svolítið búið að snúast við líka og eftir hádegi er ég laus frá skólanum þannig að segja og þá er ég að vinna í minni heilsu það sem ég er að kenna líka þannig að ég hef alveg geggjaðan tíma til þess að spá í sjálfum líka og ná að sofa en sem ég veist hluta þessu líka með það nára sofa minnilega, lærðu það ekki líka. Hvenær farið þið að sofa krakkar? Það er mjög misjafnt. Breytist það eitthvað á sumrin? Já. Svolítið bjart, svolítið lengi, gott veður út á kvöldin. Þannig að við förum að sofa svolítið seinna allavega ég. Já.
Það er eiginlega bara misjafnt. Þannig að veturna fer ég 9:30 að sofa. Og svona skóli daginn eftir. Já, það er cirka þannig hjá mér líka. En svona símanotkun, eitthvað fjallað hana á þessu námskeiði? Já. Það er nefnilega við tölum við okkar hluta líka, svona hvernig og hvað er þetta að gera. Skjánotkun bara, hvernig skjánotkun og setja svona ákveðin mörk og þegar við erum í símanum að nota ákveðna filtera til þess að lækka birtuna og alls konar tricks og tól sem að eins og við köllum það á íslensku lífshökkun eða biohacking á ensku, alls konar tól tækir sér að gefa krökkunum með sér inn í lífið og þetta er allt frá fjármálalæsi yfir í heilsu, yfir í frá fisk og hérna það er eina sem er rosa leiðilegt á skóla fyrir mig er það að ég get ekki farið á hina fyrirstæðum þegar ég þarf að kenna. Ég hef rosa mikið verið til í að fara að kíkja á hérna fiskinn og fjármálalæsið og alls konar hluti. Það heitir vísindaskóli, maður tengir þetta ósvonlegt við rosa mikið svona eitthvað tækni og vísindi svona, en þetta er miklu breiðar, þetta er bara almennt þetta er bara ykkur sjálf í rauninni. Já, í rauninni. Er þetta í fyrsta sinn sem þið farið í vísindaskóla? Þetta er fyrsta sem ég fer allavega. Það eru 3 ár sem geta farið. Það er 11, 12 og 13. Og þetta er 3. skiptið mitt og síðasta. Þú mátt ekki mæta, þú ert vaksin upp úr því á næsta ári. En ég hef alltaf mætt. Þetta er besta auglýsingi fyrir vísindaskóla. Það er að koma ár eftir ár, sýnir það að verða að vinna skemmtilegt starf og þetta er fjölbreytilegt. Alltaf verið að skipta þemu í hverju ári og ég vissi eitthvað hvað ég var að úti þegar ég kom hingað. Þetta er fyrsta sinn hjá þér? Fyrsta sinn í mér og ég er að vona í fákum aftur. Hvað var eitthvað ákveðið þema segirðu í ár sem var ólíkt? Þau eru bara alls konar, þau eru mjög ólík milli daga skipst upp á dögunum og það er minn partur er heilsa og svo eru aðrir með Þannig að þið hittið fullt af kennurum, þessa kennara á mánudegi og svo aðra á þriðjudegi og svona og fáið svolítið svona gott veganesti bara. Ætlar þú að koma aftur? Já, mjög líklega. Mjög líklega. Bara ef ég kemst um það. Ég mæla alltaf mjög mikið með þessu skóla því mér finnst það alveg frábær. Já, gaman að heyra. Það er rosa lifandi og þetta er ekki einn típiski skóli. Þetta er ekki niður njörvað. Nei, þetta er rosa frjálst og svona einstaklega fá að njóta sín. Endar alveg á útskrift og formuleitum og flottir, þannig þetta er eitthvað sem við mun eftir og mónið taka með sér og í lok námskeiðsins þá fáum við svona blað til að fylla út hvað við tókum með sér og hvað við taka með sér inn í. Svona smá að meta þetta. Já, og líka hvað ég vilja nota af þessu því þetta geti allir, ég hefði gefið mikið fyrir að fá tækifæri þegar ég var á þessum aldri og gaman að sjá hvað krakkarnir þroskast og hvernig þeim opnast á einn stuttum tíma og einni viku. Er þetta fyrir hádegi bara? Er þetta líka eftir hádegi? Nei, þá er frí. Þetta er allan daginn og ég er bara alveg til 3. Þetta er eiginlega bara eins og venjulegur skóladagur frá 9 til 3. Og gott að borða í hádeginu? Já. Mér finnst maturinn góður. Eins og í gær vorum við að elda sjálf. Nú? Já, það er mjög skemmtilegt. Með Friðrik 5. Nei, það er alls konar. En gaman. Við erum að missa matnum núna. En þetta er einmitt búið núna, þið getið stokkið í hádegismat. En kæra þakkir fyrir að koma, Björgvin, Birkir og Karítas. Takk. Það er lokum, er þetta bara að koma hjá okkur? Bara komið, við erum bara... Já. Þið haldið bara áfram. Takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk sem leið.